Komið sæl og blessuð og velkomin í Spursmál, mánudaginn 10. febrúar. Þetta afar óvenjulegur dagur fyrir okkur til þess að senda út þennan þátt héðan úr hádegismógunum, en tilefnið hins vegar ærið. Á föstudagskvöldið síðasta tilkynnti Einar Þorsteinsson, borgarstjóri og borgarfulltrúi Framsóknarflokksins, að hann hefði fyrir hönd flokksins slitið meirihluta samstarfi sem í gildi hefur verið frá síðustu kosningum árið 2022. Og það ekki ofsögum sagt að það sé allt í háa loft í borginni þessa dagana, þessa stundina, og við ætlum að reyna að draga upp mynd af því sem hér að gerast næstu mínúturnar. Ég fengið hingað til mín þá Gísla Frey Valþórsson sem stýrir hlaðvarpinu Þjóðmál og Björn Ingar Hrafnsson sem öllum hnútum kunnugur, bæði innan Framsóknarflokksins og borgarinnar, því að hann var oddviti þess ágæta flokks í borginni fyrir áratugum síðan. Þegar þeir hafa farið yfir stöðuna hér næstu mínúturnar með mér, þá mun Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins, fara yfir stöðuna. Hún með stærsta flokkinn innan borgarinnar eftir kosningarnar 2022 og ég ætla að ræða við hana það hvernig þetta blasir við henni og hvaða möguleikar sé í stöðunni til þess að ná upp starfhæfum meirihluta í borgarstjórn þar sem eftir líður að kjörtímabilinu. Sælir og blessaðir, báðir tveir. Byrja á þér, Björn. Hvað blasir við okkur þessa stundina? Já, þetta mjög áhugavert. Fyrir helgi, það var búið að kvisast út svona undanfarnar vikur og það stæði tæft þetta samstarf í borgarstjórn og greinilegt að það komið mikil þreyta í þetta og það sem kannski hefur alveg blasað við það að allt frá kosningum þá lofaði Einar Þorsteinsson og Framsóknarflokkurinn breytingum. Stóð síðan frammi fyrir því svona vali í rauninni að ganga til liðs við fallin meirihluta og ná ekki fram þessum breytingum sem hann lofaði. Var það útilokað alveg frá því að hann ákvaða að endurreisa fallin meirihluta? Já, ég held að það hefði kannski svona verið eitt síðasta snilldarbragð Dags B. Eggertssonar í borgarpólitíkinni að koma því þannig fyrir að Sjálfstæðisflokkurinn gæti ekki myndað með einari meirihluta vegna þess að allir aðrir flokkar útilokuðu það og við sjáum að það að gerast svolítið aftur og þetta eitthvað sem að borgarlegi vængurinn, hægri vængurinn þarf að velta fyrir sér að algjörlega óháð í rauninni niðurstöðum kosninga að þá útiloka menn samstarfið tiltekna aðila og það gerir það verkum að nú allt í rauninni bara í pattstöðu og greinilegt að það sem var búið að teiknast upp á föstudaginn, nýr meirihluti Sjálfstæðisflokks, Framsóknarflokks, Fólksins og Viðreisnar, að það hefur nötrað allt á stjórnarheimilinu helgina og nýr forsætisráðherra hefur spurt Ingu Sæland hvað væri eiginlega að frétta vegna þess að það verður algjör uppeyja og þetta komst aldrei lengra. Er það fundurinn í stjórnarráðinu sem breytir stöðun? Ég held að það verið margir fundir. Það fer ekkert á milli mála að þau tíðindi bárust á föstudaginn að Helga Þórðardóttir sem að taka við oddvitahlutverki Flokks Fólksins, hún var með baklandi í lagi og hún var búin að fá grænt ljós á að taka þátt í þessum viðræðum. Hún að taka við á Kolbrúnu Baldursdóttur sem að fara orðin þingmaður. En daginn eftir þá komið allt annað hljóð í strokkin og það greinilega fór allt í gang til þess að tala þennan möguleika út á borðinu. Það skal nú tekið fram að Helga, hún systir Sigurjóns Þórðarsonar í Flokki Fólksins. Vinnar þíns. Já, okkar og þjóðarinnar. Gísli, hvað blasir við svona eftir því sem að þú horfir yfir þetta svið núna? Það sem þetta magnað að sjá í þessu að, eins og Björn Ingi var að benda á, að Einar fer inn í þennan meirihluta, bjargar föllum meirihluta. Við skulum ekki gleyma því að meirihlutin í borginni féll í síðustu tvennum kosningum, 2022 og 2018, en alltaf náðu þeir að koma tilbaka með því að bæta við flokki, síðast Framsóknarflokki. Og Einar auðvitað boðar þessar breytingar sem að tala mikið í kosningabaráttunni sem urðu síðan ekki að veruleika. Það auðvitað að koma núna kannski upp á yfirborðið þetta stjórnleysi innan borgarinnar. Við vitum hvernig annað í borginni. Reksturinn í mólum, leikskólamálum ekki sinnt, samgöngumálin ekki að þróast, íbúðamálin eins og þau eru. Þannig að þessi stóru mál sem að borgarbúar hafa kannski svolítið liði fyrir að þau einhvern veginn eru þá sett í hliðar en síðan það að gerast núna að stjórnmálin sjálf eru komin í klessu, bara svo það sé orðabeint. Það náttúrulega þetta mál með flugvöllin. Við bara fáum fréttir af því að það ekki hægt að sinna sjúkraflugi utan á landið. Það fárveikt fólk út á landið sem kemst ekki til borgarinnar vegna þess að meirihlutin í borginni hefur komið í veg fyrir að einhver barrtré í Öskjuhlíð séu felld.
Það virðist ekki hreyfa neinum, Hjálmar Sveinsson og þetta fólk, það virðist bara vera alveg í rónni með það þó að ekki sé hægt að koma þessu fólki á Landspítalann. Eins og það hafa verið bara síðustu ár hvað þetta mál varðar, til dæmis. Og flugvöllurinn hefur þetta þróast með þessum hætti. Umræðan flugvöllur, vitum hvernig hún er. Hún er öll þessu yfirleiti sem að núverandi meirihluti hefur sýnt, bæði borgarbúum og síðan landsbyggðin allir, af því að Reykjavíkurflugvöllur þjónar allir landsbyggðinni, skulum ekki gleyma því. Hvort sem að borgarfulltrúum í Reykjavík líka það betur eða verð. Og vantarlega hefur ég gef með það Einar Þorsteinsson hafi fengið örugglega nokkuð símtöl á landsbyggðinni síðustu daga út af þessu. Það eru fleiri Framsóknarmenn þar heldur en í borginni. Líklega. Er það málið sem að fyllir mælinn eða er þetta tylliástand, er þetta einhver hönnuð atburðarás eins og ykkur vilja halda fram, sérstaklega á vinstri vann? Já, sko, nei, ég held að þetta sé ekki tylliástand, ég held að þetta sé raunverulegt vandamál. Ég búinn að heyra í flugmönnum sem segja mér bara að þetta sé raunverulegt vandamál. Og það búið að tala þetta lengi, það búið að vara við þessu, en hins vegar held ég að þetta hafi líka verið einhvers konar kort sem fyllti mælinn. En það má líka benda á að það var töluvert kjaftað það síðustu daga að Samfylkingin væri alltaf eins og velta fyrir sér að sprengja meirihlutann. Og þarna blandast inn í fullt af hlutum. Heiða Helgadóttir tekin við sem nýr leiðtogi Samfylkingarinnar, dagur nýfarinn, 18 dagar. Frá því hann sagði af sér og meirihlutin fallinn. Hún að reyna að styrkja sína stöðu, hún erfiður í hlutverki líka sem formaður sambands sveitarfélaga, það verkfall í gangi og allir sem að fylgjast með í Samfylkingunum vita það að Kristrún ætlar að breyta hjá Samfylkingunni í borginni, þannig að það líka valdatafl hjá Samfylkingunni í borgarpólitíkinni. Við sjáum nú hvernig... Ætlar hún að koma Heiðu út? Já, við sjáum nú hvað meðferð Dagur B. Eggertsson hefur fengið hjá Kristrúnu. Ég efast að Heiða telji sig að eiga von á einhverju betra. Þannig að það allir að láta finna meira fyrir sér og ég held að Einar hafi nú lýst þessu ágætlega í Sprengisandsviðtali í gær. Þar sem hann sagði að til dæmis skipulagsstefna Samfylkingunnar og Pírata, þessir tafaleikir á öllum sviðum, það alveg sama hvað lagt til. Það alltaf þessi stefna sem gildir. Það var að fækka bílastæðum. Það verða að fækka bílastæðum í miðborginni og allir spyrja, af hverju? Eru borgarbúar að kalla eftir því? Allar að kvart yfir því að vanti bílastæði? Samt fækka þeir kerfisbundi bílastæðum. Og þannig þetta í samgöngumálum, í alls konar málum og Einar hefur sjálfsagt bara velti fyrir sér býtu. Ef ég held áfram að vera borgarstjóri í meirihluta sem ekki að gera það sem ég vil að hann geri, þá engin tilgangur í að halda áfram. Svo þetta kom upp svona mál bara eins og þú varst nú að fella hér daginn, Stefán, með þetta græna gímald þarna í mjúttinni. Það kom upp svona mál sem að vekja þetta athygli og sýna hvers konar stjórnleysi borgin er í. Og hvernig hefur til með Stórabjörn svarað fyrir þetta mál hjá þér? Já, ekki og hún nú reyndar ekki svara kalli, ég ætla að fá hún að hingað í þáttinn líka vegna þess að hún einn af aðalleikurunum í þessu máli en það eins og að þetta fara allt í rusl og hólfið hjá henni, póstarnir frá okkur. Já, og svona mál sem hann hefur setið upp með hann Einar, hvort sem það fjármálin eða þetta eða samgöngumálin og margt annað. Ég veit, af því að ég var nú í þessari borgarpólitík eins og þú vékst að, ég menna það fullt af lausulandi í Úlfarsárdal sem hægt að byggja, af því að það verið að tala með þjóðarátak til þess að byggja upp. En þessi mantra í vinstrinu hjá Pírötum og Samfylkingunni það að þetta bara byggð í kringum 101 og nánast ekkert nema það. Og ofanlega það tilkynnir Einar eða meirihluti núna þegar næstu því tvöfalda gatnagerðargjöld á sérstaklega íbúðir sem unga fólki þarf að komast í. Þetta nú ekki mjög svona beysið sem að þau eru að leggja borð fyrir kjósendur núna örfáum misserum fyrir kosningar. Nei, og það sem athyglisvert það að Inga Sæland láti snúa sig niður, sko. Ég hefði nú haldið hún væri svona sterkari leiðtogi heldur hún að láta gera það, vegna þess að það líka verið sterkt fyrir hana, eins og bara í pólitík almennt, ef að flokkur fólksins hefði getað útskýrt sko að hann ekki vinstri flokkur eða hægri flokkur, hann getur myndað meirihluta í báðar áttir. En endilega verið að snúa hana niður? Inga við vitum hvernig hún er brálát og hún hugsar hratt og hún alveg reiðubúin til að skipta skoðun, við þekkjum það með bókun 35 og borgarlínuna og hvað þetta teitir. Getur ekki verið hún hafi bara vaknað í daginn og sagt, heyrðu, þessi sjálfstæðismenn eru búin að gera mig lífið leitt eftir að ég kom inn í ríkisstjórnina. Nú ætla ég að hefna mín. Já, það getur vel verið. Þetta ekki bara hefndaragið? En það kannski þá bara segir allt það að forsætisráðherra nýi að fara að halda stefnuræðu sína í kvöld, vonum seinna, og að það sé búið að hrikta þannig í ríkisstjórninni að hún hafi verið tæp helgina áður en að forsætisráðherra náði einu sinni að halda sína stefnuræðu. Heldur að stjórnin hafi verið tæp? Já, ég held það sé ekki spurning. Hvernig þá?
Ég hef forutun að vita það. Ég held að Samfylkingin hafi gert Ingu Sæland það ljóst að ríkisstjórnin sé búin að vera í vörn undanfarnar vikur út af málefnum tengdum Flokki fólksins og einstökum fulltrúum. Fjármálaráðherrann búin að vera með þá heitu kartöflu að þurfa nánast að ákveða það hvort að flokkurinn getur lifað eða ekki. Og þakkirnar séu það að mynda meiri hluta með sjálfstæðismenn með borgarstjórn. Ég held að Samfylking út. Já. Það er þetta mjög skrítið samt ef að borgarmálin snúast alltaf það hverjir get ekki unnið saman. Það er einhvern veginn, það er allt kapp lagt á það og við sáum það helgina af ummælum einstakra borgarfulltrúa það hverjum það ætli ekki verða með. Og hvers konar brýri þetta verið hjá Einari að slíta þessu meiri hluta. Hér hefði allt verið bara í himna lagi sem þetta var ekki og allir vissu. Og einhvern veginn snúast umræðan meira það hverjir get ekki unnið saman heldur hverjir getur unnið saman. Það verður náttúrulega ekki kosið fyrir næsta ári, það þarf að mynda einhvern meirihluta. Já, það er ekki hægt að kjósa, þetta er ekki eins og sem haldað með þingið. Eitt varðandi Helgu Þórðardóttur sem kemur núna nýr inn sem oddviti Flokks fólksins. Getur verið að það sé púslið í þessari mynd sem að menn eru eitthvað að vanmeta? Nú er það alkunna að Kolbrún sem er farin inn á þing, hún var mjög einangur inn í borgarstjórninni og margir sem að töldu ekki mögulegt að vinna með henni í meirihlutasamstarfi. Nú þegar Helga Þórðardóttir kemur sem að fer víst mjög gott orð af, ég hef nú aldrei talað við hana en maður heyrir það að fólki sem að hefur komið að samstarfi við hana, þetta sé yfirveguð manneskja og sem að horfi á málin kalt og yfirvegað, að þá sjáum við bara kosti á fleiri stjórnarmynstrum heldur en áður. Sem vantilega það sem að Einar var að horfa til þegar hann ég veit ekki, var það Einar sem boðaði til þessara meirihluta viðræðana á föstudaginn með Sjálfstæðisflokki, Viðreisn og Flokki fólksins. Hver sem hafði frumkvæði því, það skiptir ekki máli en hún allan var hluti af því og menn horfðu þá til þess að vinna með henni. Jú, maður heyrir þetta sama, maður heyrir þær lýsingar að hún sé ekki með skap bróður síns, þannig að svo myndist það á þann. Þannig að það er þó vantilega kostur og eitthvað sem hægt er að nota. En nú hefur hann, Sigurjón, svo að það sé líka tekin þessu öfnu, farið mjög þungum orðum Sjálfstæðisflokkinn og reynda þennan miðil hér svo að gengið hefur alveg fram að fólki. Ætli hann sé að blanda sér í þetta? Ég efast ekki að systkinin tali saman. Það er greinlegt þegar er sagt að Einar hafi einhvern veginn misreiknað sig, ég held að segja ekki þannig. Hann var komin með vilyrði frá þessum flokkum samstarf á föstudagskvöldi. Það bara liggur fyrir. Þau áttu fund og það stóð til að vinna saman. Síðan bara fer allt í gang innan Samfylkingarinnar og Flokks fólksins auðvitað og fólk mátar sig við þessa tilhugsun og það greinilega gekk ekki upp. Það hins vegar sýnir bara hvað taugarnar eru þandar í þessu og í rauninni hversu mikil völd og áhrif Flokkur fólksins er farin að vera. Hann er farin að hóta fjölmiðlum eins og þú nefnir, hann er farin að hóta hinn og þessu og stjórnarsamstarfið og jafnvel borgarpólitíki núna er þá bara undir því komið í hvaða skapi Inga Sæland hverju sinni og það er bara forvitnilegt að fylgjast með því. Það sem er náttúrulega undarlegt í þessu er það, ef maður ekki gleyma, það eru 23 borgarfulltrúar, þeir eru náttúrulega allt of margir utan það En það er þannig að þeir sem eru þá 1 eða 2 í flokki, það er 1 fulltrúi frá Viðreisn, það er 1 frá Flokki fólksins, það er 2 frá sósíalistum, 1 frá Vinstri grænum. Þetta fólk hefur í þessu tilviki rosalega mikil völd. Og hvernig geta menn púsla þessu saman núna? Er ekki rétt sem að við spurjum að í frétt á Morgunblaði á MBL núna rétt áðan, er ekki Sjálfstæðisflokkurinn bara konið sjálfheld út af þessu? Er ekki útilokað að hann verði í meirihluta fram að kosningum? Já, annaðhvort er hann í sjálfheldu eða kjörstöðu, Af því að hinn möguleikin er að mynda einhvers konar rosalega vinstriblokk, einhver sem kallar þetta Frankenstein meirihluta, bara púsla saman öllum þessum spilum, sauma þetta saman. Þú fær alveg vatn í munni við þá tilhugsun. Já, það er þá sósíalistar, VG, Viðreisn, Samfylking, Píratar og Flokkur fólksins. Já, það sem ég held að... Það er möguleikinn. Já, ég meina þetta er alveg rétt og ég held bara að nú þurfi nokkrir dagar að líða. Það er greinilegt að það fóru margir á taugum. Verkefnið er samt algjörlega klárt. Það þarf að mynda meirihluta. Það þarf að klára þetta kjörtímabil. Og það væri nú þó aldrei ef að niðurstaðan yrði sú að Samfylkingin og Sjálfstæðisflokkurinn þurfi að mynda meirihluta saman með þriðja flokki, hvort sem það er Framsókn eða einhver annar. En strandar það ekki bara á trjáklippingunum í Öskjuhlíð? Jú, en verkefnið er bara skýrt. Ef það tekst ekki að mynda meirihluta, það þarf að mynda meirihluta einstök mál og síðan þegar að ríkið er sest þá er það verkefni. Það er ekkert ákall í samfélaginu, ekki eftir síðustu kosningar það að koma með últra vinstri meirihluta. Við sáum hvernig fór fyrir Pírötum og VG og sósíalistum í síðustu kosningum. Það er okkar nýjasta mæling og það væri í rauninni ótrúlegt ef að það kæmi últra vinstri meirihluti
ofan í nýjustu Það væri líka, sko, alltaf Viðreisn fara að mynda meirihluta með sósíalistum og VG. Er það einhvern veginn uppleggið hjá þeim? Það væri auðvitað mjög skrítið. Þeir mynduðu meirihluta með Flokki fólksins í þinginu. Já. Það hefði verið snjallt hjá Ingu Sæland að nýta þetta tækifæri til að sýna að Flokkur fólksins geti unnið í báðar áttir, en ekki bara það. Heldur af því að hún núna félagsmálaráðherra og ætlar að koma hérna með þjóðarátak með Ragnari Þór uppbyggingu húsnæðis. Ef að Flokkur fólksins hefði verið lykilstöð í borginni líka og hún er ríkisstjórn, þá hefðu þau virkilega geta látið til sín taka. Þau fara allavega ekki í þjóðarátak í húsbyggingum með tvöföldum gatnagerðargjalda eins og stefnir í borginni nú. Það sem maður saknar eða með þéttingu byggðar. Það sem maður saknar svolítið eftir þessa atburði þá núna nýlega helgi er það hvað ætla menn að gera hérna næstu 15 mánuði fram á kosningum. Við getum setið hérna allan dag og rættum mögulega meirihluta og hverjir ætla að vinna saman og hverjir ætla ekki að vinna saman. Ég veit að það er verkefnið en hvað ætla menn að mynda meirihluta? Ætla menn að taka á rekstrinum? Ætla menn að gera eitthvað í leikskólamálum? Ætla menn einhvern veginn að fara í þessu, hvað ætla menn að gera með borgarlínuna? Er það eitthvað sem við erum ennþá að ræða? Brjóta land og allt þetta. Einar Þorsteinsson kom með miklum hvelli inn í pólitíkina. Hann kemur óvænt inn í Framsóknarflokkinn, hann vinnur sigur með ríflega 18% atkvæða í borginni. Hann er að mælast auðvitað með nánast ekkert, eða mjög takmarkað fylgi núna. 3%. Hver er hans staða? Eru dagar hans taldir í pólitík eftir þessa skömmu viðvöru í Ráðhúsinu? Ég er ekkert endilega á því. Það er eftir hvernig hann spilar á þessu. Það er hann hefur 15 mánuði, eins og ég sagði hann, til að bæta sína stöðu. Hvernig getur hann spilað á þessu? Já, hann þarf að sýna það að hann sé tilbúinn til að leiða eitthvað, til að leiða saman einhvern hóp eða vera hluta einhvern hóp, hver sem leiðir hann. Ég sagði nú áðan hérna að Sjálfstæðisflokkurinn væri mögulega í kjörstöðu, hann er stærsti flokkurinn. Þannig að það er að mælast með langmest fylgi, samkvæmt nýrri könnun sem kynnt var í síðustu vikum yfir 30% fylgi. Já, Hildur Björnsdóttir er í rauninni með ósækjörnum hætti einhvern veginn útilokað frá því að komast í meirihluta bara með töluvert mikið fylgi og ber ekki ábyrgð á þeirri stöðu sem er í Reykjavíkurborg og hefur verið á undanförnum árum. Það hvernig spilast úr þessu, það ræður framtíð Einars í þessu. Hann er aftur, ég menna hann var umsjónarmaður Kastljóssins, hann venti í sínu kvæðu kross, yfirgaf þann vettvang til þess að fara í borgarpólitíkina. Hann er núna aftur búinn að leggja allt undir. En hann hefur örugglega bara að hugsa, ég get ekki verið hérna borgarstjóri og alltaf að presentera mál sem ég er algjörlega mótfallinn og hef ekki trú á. Og með það sem hann sagði í þessu viðtali og ég hef heyrt að hann hefur verið að leggja til alls konar leiðir til þess að leysa tiltekinn vanda og bara talar algjörlega fyrir daufum eyrum. Það sem ég átta mig eins og ekki á það hversu langur tími líður frá því að hann myndar þennan meirihluta og þangað til að hann áttar sig að því að það verður bara ekki lengra komist. Hann er búinn að vera borgarstjóri núna í rúmt ár. Hann er búinn að vera formaður borgarráðs þar á undan. Já, ég hugsa brotthvarf dags og þetta með Kolbrúnu og Helgu, það skiptir máli, persónuleikendur skipta máli. Það breytir landslæginu óumræðilega. Það breytti landslæginu þegar Katrín Jakobsdóttir fór úr ríkisstjórn og það breytti landslæginu þegar Dagur B. Eggertsson fór úr borgarstjórn. Það sjá það allir. Getur verið að hann verði kallaður á vettvang aftur til að brúa bilið? Hann fær þá eitthvað verðugt verkefni næstu mánuðina. Getur Einar náð vopnum Framsóknarflokksins nema hann verði áfram borgarstjóri? Getur hann farið í minnihluta og einhvern veginn haldið vopnum sínum? Það verður mjög erfitt. Hann þarf ekki að vera borgarstjóri, hann getur verið formaður borgarráðs. Það er að segja að menn fari í einhver alvöru verkefni eða fram á kosningum, ef hann verður í minnihluta og þá held ég að hann sé honum mjög snúinn. Mjög snúinn og hérna þetta bara snýst það að þá verður hann bara spurður. Svolítið, við tókum eftir því að Sigurður Ingi reyndi hérna í síðustu kosningabaráttu, formaður Framsóknarflokksins að útskýra að það hefði svo mikið staðið til og Ásmundur var að reyna að gera það líka. Fólk hefur ekki mikla þolinmæði fyrir því, það bara spyr hvað ertu búinn að vera að gera? Og Einar stendur auðvitað frammi fyrir þeirri spurningu, þú ert búinn að vera hluti af þessum meirihluta tæp 3 ár, ertu fyrst að átta þig á því núna? En ef hann kæmist í meirihluta og gæti rauninni snúið blaðinu, komið með breytingar sem hann lofaði, þá getur staðan verið fljót að breytast. Ef hann verður í minnihluta, þá gönuhlaupið það að hafa farið inn á meirihluta, ekki það að hafa slitið honum á lokum. Staðan sem er uppi núna, staðfesti það auðvitað. En Líf Magnúsdóttir, hún hefur stigið fram með stórum orðum, hún hefur meðal annars sagt að nú sé komið tími á mjög öfluga félagshyggju fram að næstu kosningum. Hvernig mun kjörtímabilið líta út? Hvað mun gerast í borginni ef að slíkur meirihluti myndast? Eru til peningar til að hrinda því í framkvæmd sem að þau dreifir um? Alls ekki.
Þú talar hérna áðan hækkun gatnagerðargjalda, það bara því að borginni vantar pening, það vantar bara lausafé í rauninni og borgin rekin núna í yfirdrætti, það verið að sækja hér lán til Evrópska þróunarbankans og til að nota bara í rekstur, þannig að borgin í miklum fjárhagsvandræðum búin að vera síðustu ár, alveg saman hversu mikið Dagur B og fleiri hafa neitað fyrir það, að þá bara borgin í lausafjárvanda. Eru Kristrún og þau í einhverja aðstöðu til þess að skera þau úr þeirri snöru? Já, það getur auðvitað verið, en Kristrún og félagar í samfylkingunni, þessari nýju samfylkingu sem þau hafa viljað kalla það svo, við tókum eftir því alþingiskosningum, þau voru með margs konar hægri áherslur. Þau yfirtrompuðu alla í orku- og virkjanamálum, bara sem dæmi. Þau eru full meðvituð það að það ekki ákall harðan vinstri meirihluta núna. Ef að samfylkingin myndi mynda núna harðan vinstri meirihluta með VG, sósíalistum og Pírötum, þá gæti það verið ávísun á afhroði í næstu borgarstjórnarkosningum. Þannig að það spurning hvernig þetta endar í rauninni. Hvað að gerast akkurat núna? Hafið þið einhverja spurnir af því hvaða raunveruleg þreifingar eiga sér stað? Það er allir að reyna að læsa möguleikin. Ég tek eftir til dæmis að núna eru þær búin að læsa sig saman, Sanna og Líf. Þannig að sósíalistar og VG ætla að vinna saman. Það eru 3 borgarfulltrúar sem eru þá ekki til skiptana. Er það saman í flokkana? Já, það spurningin. Vegna þess að Líf gæti þetta gengið til liðs við þennan meirihluta sem Einar og Hildur og Viðreisn höfðu hugsað sér. En ekki ef að hún bundin sósíalistum, það alltaf verið að fækka möguleikunum. Ég held að þetta fólk átti sig ekki á því að verkefnið þeirra núna að fjölga möguleikunum og leysa þetta. Ég held að landsmenn eða borgarbúar hafa engan áhuga á einhverju drama hér í margar vikur úr borgarpólitíkinni. Ekki þegar verkefnin eru svona brýn. Það sem getur orðið snúið það að vera með þessa 3 ríkisstjórnarflokka, Samfylkingu, Viðreisn og Flokk fólksins, og það er mjög óreglegt að þeir 3 verði saman í meirihluta. Þannig að einhver aðeins verður skilin eftir. Og hvort að það veldur einhverju titringi á stjórnarheimilinu, ég veit það nú ekki. Auðvitað getur það gert það, þetta er stærsta sveitarfélagið og miklir hagsmunir undir og getur haft áhrif á stefnu ríkisstjórnarinnar einmitt út frá lóðamálum, lóðaskorti eða húsbyggingar. Ég er ekki viss að þú talar þetta nýju samfylkingur á hann og Kristrúnu sko. Vill hún að fá rekstur borgarinnar, vill hún að umræðan hans smítist yfir á ríkið? Já, ég meina það nú er þau farin að reka ríkið sem vilja vantar að gera allt öðru svolítið Dagur B hefur ekki borgað. Hún hefur lagt mjög mikið á sig eins og allir hafa séð til þess að fjarlægja sig degi, jafnvel þannig að hún í rauninni gekk allt of langt í því þannig að hann fékk sambúð. En spurningin hvernig þetta spilast núna, það er ómögulegt að segja. Dagur er ekkert hættur að fylgjast með pólitík, sko. Já, hann hefur mikil áhrif inn í stjórnkerfi Reykjavíkur eins og við vitum. Ef að það verður myndaður meirihluti til vinstri núna, hver er í sterkustu stöðunni þar? Af því að það er auðvitað misvægi milli flokkana. Samfylkingin er með 5 fulltrúa, eins og við nefndum Viðreisn með öll þau völd sem að Þórdís Lóa hefur fengið 1 fulltrúa. Sanna Magdalena, getur verið að hún sé næsti borgarstjóri í Reykjavík? Það ekki með 2 fulltrúa? Það er með 2, já. Ég meina, 7,7% ef þetta verður harður vinstri meirihluti, þá gæti það verið bara upplegaður kostur og í einhverjum könnunum hefur hún skorað í vinsældum, en það væri mikil áhætta fyrir samfylkinguna að taka þátt í slíkum meirihluta. Að fá Gunnar Smára inn á gafli í Ráðhúsinu? Já, það er. Sló þá þögn á mannskapinn. Hvað tekur þetta langa tíma? Nú efnum við til þess að auka þáttar að því að þetta gerist á föstudegi, það hefur hvorki gengið niður rekið helgina. Það er verkfall í gangi sem að hjá kennurum sem að setur strik í reikninginn fyrir Heiðu Björk og fleiri. Mun þetta skýrast á næstu dögum eða getur þetta tekið vikur að greiða úr þessu? Bara hvort tveggja, þetta getur tekið mjög stuttan tíma að þessi vinstri meirihluti verði til. Eða að vandamáli bara stækki með því að það sjáu allir hvað verkefnið er, en það þurfi bara ákveðin aðdraganda og ákveðna daga til þess að líða, til þess að fólk rói sig þess. Mér finnst að Hildur hafa til dæmis komið svona svolítið skörulega fram í þessu og bara haldið yfirvegun og ég held að því fleiri sem gera það, því meiri líkur er á því að sé hægt að leysa þetta með því að mynda starfhafan meirihluta. Maður séð að hún er ekki með stóra yfirlýsingar menn og málefni í þessu. Sko. Ekki fyrir núna á eftir þegar hún kemur til. Þú kannski æsir ykkur upp í henni með það. Setur þetta, eða var bara þetta skugga á stefnuröðu forsætisráðherrans sem átti að flytja í síðustu viku en rauð veðurviðvörun komið með fyrir? Klárlega. Já, það gerir það. Og bara á stjórna samstarfið. Og kemur ofan í fjölmarga aðra hluti sem hafa gert það, sem að ég hugsa að Kristrún sé ekkert ánægð með vegna þess að hún er að mörgu leyti sannarlega ekkert vandamál þessar ríkisstjórnar. Hún er með
búin að vera að gera ágætis hluti, kalla eftir hagræðingartillögum og svo framvegis, en vandamálin eru annar staðar, en það var líka varað við að vandamálin eru annar staðar og það hefur bara raungerst, bara töluvert hraðar heldur við gerum ráð fyrir. Er eðlilegt að forsætisráðherra sé með puttana í þessum málum í borginni? Hún jú formaður eins flokksins sem að þarna á hlutamáli. Já, einhverju leyti það eðlilegt að formenninni skiptir sér af í saman hvort þessi ráðherrar eða ekki og ég meina ég ekki vissum að formenninni geti sagt fólki fyrir verkum eins og kannski Inga gerði helgina. Ég heldur að Inga hyggi ekki það. Þannig að svo verður það vantilega bara mismöndin á flokka hvernig kúltúrin þar, hvort það sé. Ég ekki vissum að Bjarni Benediktsson sem ennþá starfandi formaður Sjálfstæðisflokksins sé að skipa Hildi Björnsdóttur fyrir verkum. Hann var ekki þekktur fyrir það allavega. Nei. Þakk kærlega fyrir komuna, Björn Ingi Hrafnsson og Gísli Freyr Valdimarsson. Það bregðast við með skömmu fyrir ára. Hlutirnir gerast hratt í pólitíkinni og ég veit að þið verðið með augun allavega annað augað á þinginu í kvöld. Já. Hér eftir örskamma stund Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins í borgarstjórn. Stórar yfirlýsingar eða ekki, það kemur í ljós. GLC frá Mercedes-Benz klár í hvað sem Komdu og reynslugtu. Aska. Ég heiti Maja Ben. Ég búin að velja mína uppáhaldsliti fyrir árið 2025 til að hjálpa þér að skapa hið fullkomna rými. Paulsen skiptur bílrúður. Fagleg og vönduð vinnubrögð. Bókaðu tíma á paulsen.is. Væntanlegt í sjónvarp Símans Premium. Mamma, hún í himnaríki? Hvað heldur þú? Hvar varstu? Hvað það gefið ski? Ekki gerð það, skrifaðu bara undir. Elskar mig. Nei, hlustaðu á mig. Miðillinn var að birta heimilisfangið ykkar. Drífið ykkur út baktra megin og feilið ykkur í á leiðinni. Við verðum að upplýsa almenning í landinu. Herragarðurinn. Klæðir þig vel. Hvern langar þig að hitta í dag? Pennin Eymundsson. Komdu og reynslaktu glænýjum Toyota Land Cruiser 250 hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra. Komið þið sælað nýjum, þeir eru farnir frá okkur Gísli Freyr Valdimarsson og Björn Ingi Hrafnsson en hingað er komin Hildur Björnsdóttir sem oddviti Sjálfstæðisflokksins í borgarstjórn. Hún fer fyrir stærsta flokknum sem vann kosningasigur síðast með tæplega 25% stærstur flokka en hefur þó setið minnihluta eftir að Dagur B. Eggertsson og Einar Þorsteinsson mynduðu þann meirihluta sem nú sprungin í loft upp. Velkomin Hildur. Takk fyrir. Ég reyndi nú að fá borgarstjóran hérna líka og Dóri Björt og Heiðu Björk en menn halda mjög að sér höndum, kannski eðlimann samkvæmt. En mér langar bara til að spyrja hver staðan? Sko staðan mjög snúin og kannski snúnari en margir gerðu sér grein fyrir alveg í upphafi. Og maður tók eftir því, þetta ber svolítið brátt að, þó að maður hafi getið sér til að þessi meirihluti myndi springa. Ég hélt að myndi kannski gerast helgina. Við vissum að við höfum frétt af því að meirihlutaflokkarnir oddvitar þeirra ætluðu að hittast á laugardeginum og ræða svona sín ágreiningsmál og reyna að leysa úr þeim og það var auðvitað allt eins líklegt að það myndi takast en það var líka allt eins líklegt að það myndi ekki ganga upp. Að þetta hafi gerst á föstudagskvöldi var mjög óvænt og ég held að við komið okkur öllum mjög að óvörum, jafnvel meirihlutaflokkunum líka. Af hverju beið Einar ekki fram á laugardagsfundinn? Það bara góð spurning og ég get ekki alveg svarað því. Það voru komnar miklar sögursagnir út í umræðuna á föstudeginum. Ég fæ símtöl úr mörgum áttum að það sé byrjað að mynda vinstri meirihluta. Annað fólk fær símtöl að ég sé farin að mynda meirihluta með Samfylkingu og við ætlum okkur að ráða borgarstjóra. Það var alls konar bara fráleitar sögur á kreiki. Það var auðvitað ekkert slíkt þegar uppi staðið í gangi. Þannig að ég hugsa að það hafi svolítið flýtt atburðarásinni. Þessar sögursagnir og viðskiptablaðið skrifar líka frétt að viðræður séu hafnar milli Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks og ég held að þetta hreyfi svolítið við málum. Ég get mér til það. Og borgarstjóri hafi viljað bara vera fyrir til þá? Já, það kann að vera. En þetta þarna í vikunni áður en þetta gerist, þá eru mikla væringar í Ráðhúsinu. Það borgarstjórnarfundur og það gert hlé á fundi og það einhvern veginn virðist allt vera að hlaupa nokkur hratt í kekki.
Já, það hefur verið ákveðin atburðarás í gangi tengd Reykjavíkurflugvelli og trjáfellingum í Öskjuhlíð. Og það er auðvitað ákveðin birtingamynd af bara fíflagangi sem hefur verið í gangi í Ráðhúsinu lengri hríð, þar sem fólk að láta flugvallapólitík þvælast fyrir almennri skynsemi. Og upp komin svo staða á þessum tímapunkti að Samgöngustofa og Isavia fara fram á trjágrisjun í Öskjuhlíð og vara við að ef það verði ekki gert innan ákveðina fresta þá þurfa að loka annarri flugbrautinni á Reykjavíkurflugvelli. Sem nú hefur verið gert. Sem nú hefur verið gert og upp komin svo alvarlega staða. Og sjúkraflug í uppnámi. Sjúkraflug í uppnámi og innanlandsflug líka. Og þetta auðvitað bara afleiðing af mikill óskynsemi að mínu mati. Og við í rauninni til að bregðast við stöðunni sem upp komin og við vissum að það væri fyrirsjáanlegt að þessari flugbraut yrði lokað óhjákvæmilega á næstu dögum, þá leggjum við það til á borgarstjórnarfundi við sjálfstæðismenn að Reykjavíkurflugvöllur verði festur í sessi í aðalskipulagi útskipulagstímabilið. Það til 2040. Aðalskipulagið í dag að óbreyttu gerir ráð fyrir því að flugvöllurinn fari 2032. En fyrir því ákveðin forsenda og hún sú að Hvassahraun sé áleitlegu kostur. Núna auðvitað algjörlega breyttar forsendur í þeim efnum. Hvassahraun auðvitað ekki áleitlegu kostur lengur. Það eru eldsumbrot á Reykjanesskaga sem við getum verið að horfa á eldsumbrota tímabil næstu árhundruðin. Þannig að það alveg augljóst að hann ekki á förum á næstu 7 árum í Hvassahraun. Þannig að við leggjum þarna til bara skynsamlega nálgun á málinu að við horfumst í augu við raunveruleikann og við festum hann þarna í sessi. Fyrir því eru margvísleg rök. Auðvitað fyrst og fremst rökin, annars vegar rökin að tryggja flugöryggi og rekstraröryggi á þessu stóra atvinnusvæði í Reykjavík. En líka horfast í augu við það að áætlanir borgarinnar gera ráð fyrir að til 2040 á næstu 15 árum muni 7500 íbúðir byggjast upp á flugvallarsvæðinu. Og vegna þess að þau eru ennþá með væntingar það, mjög óraunhæfar væntingar, að þá erum við ekki að skipuleggja þessar nauðsynlegu 7500 íbúðir á raunhæfum stöðum. Annar staðar. Annar staðar. Þannig að við vorum samhliða að leggja til að þegar flugvöllurinn væri festur í sessi, þá þyrftum að fara að brjóta nýtt land og skipuleggja hvað þessar 7500 íbúðir skyldu byggðar. Hugsa út fyrir Vatnsmýrina því hún först undir flugvöllurinn allavega þennan tíma. Akkurat. Og það bara skynsemismatið og raunsæismatið á stöðunni eins og hún alveg óháð því hvort að fólk vilji friðlýsa flugvöllinn eða koma honum burt hið fyrsta. En þannig að ég skilji það bara rétt, eru einstaklingar innan borgarstjórnarinnar sem eru sáttir við að það sé búið að loka þessari flugbraut, jafnvel þó það hafi áhrif á sjúkraflugið til og frá Landspítalanum sem þjóðarsjúkrahús okkar allra? Ég hef grunnsemdir það. Vegna þess að ef það væri ríkur vilji til að leysa þetta mál, þá væri búið að leysa þetta mál. Og við leggjum þessa tillögu fram í borgarstjórn og hún reynist meirihlutanum augljóslega mjög erfið. Ofviða. Framsóknarmenn stíga fram hver á fætur öðrum og styðja tillöguna. Eins og meirihlutin hefur gert allt kjörtímabilið þegar uppkoma erfið mál frá okkur sjálfstæðismönnum yfirleitt að þá vísa þau málunum í nefnd í stað þess að afgreiða þau á fundunum vegna þess að það augljós pólitísk ósamstaða. Og þau gera það í þessu tilviki. Þau kalla fundarhlé sem var augljóslega mjög dramatískt. Við áttuðum okkur ekki alveg á hvað þetta fundarhlé snerist fyrir en eftir á en það stóð lengur en upphaflega það var beðið 5 mínútna fundarhlé, þetta var örugglega hálftími eða svo og mér skilst að það hafi verið mjög dramatískt. Og þetta svona upptakturinn af þessari atburðarás. Svo fer borgarstjóri í viðtal í dagmálum, hann segir hrikta í stóði meirihlutans og svona bara heldur þetta áfram næstu daga. Þannig ég get ekki sagt að það hafi komið mér á óvart hvernig fór, en það kom mér á óvart að það skildi gerast á föstudagskvöldi. Geturðu lýst fyrir mér bara svona eiginlega í tímalínu, hvernig best að ykkur til eyrna hans búin að slíta meirihlutanum og hvað gerist á föstudagskvöldinu í kjölfarið? Ég sit á veitingahúsi með fjölskyldunum minni að borða pítsu. Þegar ég fæ skilabóður 2 ólíkum áttum að meirihlutinn sé sprunginn. Ég tek strax upp símann og hringi borgarstjóra til að spyrja hann fregna. Hann staðfestir þetta við mig og segist á leiði viðtal og fréttin komin á RÚV bara örugglega mínútu síðar. Og ég bara fer inn á salerni á þessum veitingastað til að hringja þessi helstu símtöl. Hringja í Ragnhildi Öldu, kollega minn í Sjálfstæðisflokknum og upplýsa hana stöðuna og þarf auðvitað að tilkynna mínu fólki hvað hafi gerst. Þannig að það svona svolítið atburðarásinn og svo heyrir aftur Einar í mér og spyr hvort að ég sjái fyrir mér að koma til fundar í Ráðhúsinu með honum og Viðreisn og Flokki fólksins og ræða mögulegan meirihluta. Og ég reiðubúin til þess. Það það meirihluta mynstur sem ég sá fyrir mér að væri skynsamlegast strax að loknum kosningum. Það ennþá það mynstur sem ég finnst skynsamlegast. Þannig að ég mætti til þess fundar. Og hann haldinn á föstudagskvöldinu?
Hann haldinn á föstudagskvöldinu og við fundum til nánast miðnættis og það var bara góður andi í því samtali og mikill samhljómur, svona við fórum yfir breiðasviðið og breiðu línurnar í málefnum, vorum ekkert farin í eitthvað skiptaða verkum eða neitt slíkt, en fórum yfir þessi stóru mál og það var mikill samhljómur og það var sammælst að senda þau skilaboð út að við værum búin að byrjuð í formlegum viðræðum og við værum ekki að tala við neina aðra. Nú segir Helga Þórðardóttir að svo hafi ekki verið. Já, svo gerist það í rauninni morgunin eftir að einhverjir fá smá bakþanga og kannski áttu þessu ekki alveg á hvað fælist í svona yfirlýsingum. Þannig að það er svona aðeins dreigiland. Þannig að ég tók eftir að þetta kvöld þá grípur sig mikil geðshræring. Þetta er mjög óvænt og ég tek eftir að oddvitar margra flokka, jafnvel flestra flokka, stigu fram í fjölmiðlum og voru í sinni geðshræringu frammi fyrir öllum landsmönnum. Voru yfirlýsingaglaðir og sögðu hluti sem ég hugsaði sjá eftir í dag. Og það er skynsamlegt í svona aðstæðum, þó að þetta sé sannarlega, það grípur sig þessi geðshræring hjá öllum. Þetta er mjög óvænt atburðarás og svona merkilegt að hugsa til hennar eftir á einhvern veginn. Að vera yfirvegaður og vera rólegur og segja ekki of mikið. Vegna þess að sú staða sem er uppkomin núna, og ég held að fólk sé hans að átta sig á, er að það er mun snúnara að mynda meirihluta í borginni, heldur en fólk reiknaði með í fyrstu. Er það vegna þessara yfirlýsinga? Meðal annars, já, meðal annars. Mér finnst ennþá augljósi kosturinn í stöðunni að Sjálfstæðisflokkur, Framsóknarflokkur, Viðreisnarflokkur fólksins myndi með sér meirihluta mikilvægu stóru verkefnin. Það er mikill samhljómur með þessum flokkum þau mikilvægu mál sem þarf að ráðast í á næstunni. Auðvitað er þetta ekki ákjósanleg staða til að fara inn í meirihluta. Auðvitað hefði ég frekar hugsað mér að við færum inn í meirihluta strax að loknum kosningum og hefðum heilt kjörtímabil til að vinna málum okkar brautagengi. En staðan er þessi og við þurfum bara að vinna með það. Ég er í þeirri stöðu að ég leiði stærsta flokkinn í borgarstjórn. Við fengum 25% fylgi tæplega í síðustu borgarstjórnarkosningum. Nýleg könnun sýnir að nær þriðjungur borgarbúa treystir okkur best til þess að leiða þessa borg og þeirri stöðu fylgir auðvitað mikil ábyrgð. Og margir koma til mín með þau ráð að leyfa bara þessum vinstri meirihluta að verða til. Það verði bara flott fyrir okkur sjálfstæðismenn, það sé pólitísk leikjafræði sem að sé snjöll og við munum fara með pálmann í höndunum inn í næstu kosningar. Og leikjafræðilega þá er það sannilega alveg rétt. En verandi í þeirri stöðu sem ég er, að þá finn ég til ábyrgðar. 5 flokka óstjórntækur vinstri meirihluti getur á 15 mánuðum unnið svo mikið tjón hér í borginni að það taki að minnstakosti heilt kjörtímabil að vinda ofan af því. Hvers konar tjón er það? Við getum horft fram á miklar skattahækkanir, við getum horft fram á enn meira frost í húsnæðisuppbyggingu, leikskóla og daggæslumálin, þau munu ekki leysast. Báknið mun halda fram að blása út og fjárhagurinn að versna og útgjalda fylliríð mun fara auðvitað á fullt. Þetta er heilmikið tjón sem hægt er að vinna. Verður flugbrautin opnuð? Flugbrautin verður sennilega ekki opnuð. Við erum að horfa fram á meirihluta sem myndi innihalda Samfylkingu, Pírata og Vinstri græn og allir þessir flokkar hafa það yfirlýst í sinni stefnu að vilja að flugvöllurinn víki og róa að því öllum árum. Þannig að ég sé ekki fram á að flugbrautin muni opna aftur. Þannig ég finna þetta til ábyrgðar í þessari stöðu að hér verði myndaður einhver meirihluti. Meirihluti utan verkefni, ábyrgur, stöðugur meirihluti sem að þeir eru búin að vinna að stóru málunum og stóru málin þau eru þessi. Það eru auðvitað fjárhag borgarinnar. Við verðum að ráðast að honum. Við verðum að ráðast hérna í niðurskurð. Það mun fela í sér uppsagnir og það verður sársökafullt. Við þurfum að fara í skipulagsbreytingar, útvista verkefnum og selja eignir. Þetta eru stóru línurnar í fjármálum borgarinnar. Húsnæðismálin eru auðvitað líka risastór vinkill í þessu. Og mál sem að flokkur fólksins hefur sett mjög á oddinn og gæti náð miklum árangri í þessu meirihluta með okkur. En flokkur fólksins er búinn að útiloka samstarf og er það þá ekki tómt mál að tala um? Ég bara höfða til þeirra og við höfum starfað með þeim og átt farsælt samstarf með þeim í borgarstjórn síðustu 7 ár. Upprunalega með Kolbrúnu Baldursdóttur sem þá var oddviti og hefur verið oddviti lengst af. Og komin inn á Alþingi núna. Hún er komin inn á Alþingi og það hefur verið samhljómur í okkar málflutningi. Við höfum staðið saman að mörgum tillögum og stutt tillögur hvers annars, flokkarnir báðir tveir. Og ég hef alltaf séð fyrir mér að flokkur fólksins væri augljós samstarfsflokkur fyrir okkur í meirihluta í borginni. Og sér ekki síst hvað húsnæðismálin varðar, svo ég víki mér aðeins aftur af því. Vegna þess að hér eru þetta mikill húsnæðisskortur í landinu öllu en ekki síst í borginni. Hann hefur verið viðvarandi, uppsafnaður og hann er algjörlega fyrir siður til framtíðar. Og það er engin leið að leysa hann öðruvísi en að brjóta nýtt land. Heldur það að Inga Sæland hafi verið opin fyrir þessu til að byrja með? Heldur að Helga hafi átt samtöl við Ingu eða
það alveg frá upphafi sem Inga spyrnir við fótum? Ég átta mig ekki algjörlega á þeirri atburðarás. Við upplifðum að Helga Þórðardóttir hefði umboð til að vera í viðræðum með okkur á föstudagskvöld og aftur á laugardag þegar viðræður héldu áfram. Þannig að atburðarásin sem fylgir í kjölfarið, hún kom okkur í opna skjöldu. Ekki síst vegna þess að við höfum átt í þessu góða samstarfi. Það hefur verið málefnalegur samhljómur með þessum flokkum. Ég myndi segja í 99% tilfella höfum verið sammála í borgarmálum og ég sé ekki forsendur fyrir því að flokkur fólksins fari inn í eitthvað félagshyggju, villta vinstri meirihlutann eða hvað við viljum kalla það, vegna þess að stóru baráttumálin þeirra, þau hafa snúið einmitt að húsnæðismálunum, samgöngumálunum og þessum málum sem að við sjálfstæðismenn höfum líka staðið fyrir. Þannig að það kann að vera að það geti verið skynsamlegt að leyfa vinstrinu að reyna sig, að finna út úr því hvort þau geti myndað þennan meirihluta. En ég ekkert viss að það gangi upp. Sjáum til. Hvað gerist núna? Þú ert augljóslega hér í viðtali, hinni fulltrúarnir á fundum út kaupin og Hvappinn og þú ert að taka samtöl. Hver eru næstu skref, bara allra næstu klukkustundir og sólarhringa? Já, það eru bara mörg samtöl í gangi, engar formlegar viðræður hafnar neins staðar af mér vitandi. Ég held að það sé að renna upp fyrir mörgum að staðan er snúnari en þau héldu í upphafi og að útilokunarleikir gangi kannski ekki upp. Og það er nú sagt að stjórnmálin séu list hins mögulega og þess áþreifanlega og hins næstbesta og kannski þurfa einhverju flokkar átt að segja á því að þó þeir hafa útilokað eitthvað í fyrstu að þá þurfi þeirra endingu svolítið kannski að kyngja stoltinu og ég er reiðubúin til samtals og samstarfs með hverjum þeim flokki sem er til að vinna með okkur sjálfstæðismönnum á stóru málunum, fjármálum borgarinnar, húsnæðismálunum, leikskóla- og dagvistlumálum, samgöngumálum og auðvitað að koma aftur Reykjavíkurflugvelli í starfhæft horf. Hefurðu átt samtöl við Ingu Sæland? Ég hef rætt við Ingu Sæland, já. Hvað segir þú? Við áttum bara gott samtal, það var áður en að hún í rauninni stígur þetta skref, en ég hafði frétt að það veri hik í henni og henni er svona illa við umfjöllun Morgunblaðsins til að mynda flokk fólksins og svona skrifar það á sjálfstæðisflokkinn og ég auðvitað, eins og ég sagði henni þá og ég get sagt nú, það hefur auðvitað ekkert með okkur að gera og við skiptum okkur auðvitað ekki af ritstjórn Morgunblaðsins og jafnvel þó við myndum reyna það, þá myndi það ekki hafa neinn áhrif og væri mjög óeðlilegt. Ég ítreka okkar góða samstarf sem við höfum átt og það hefur verið með þeim hætti að eftir kosningar þá er styrkur sjálfstæðisflokks svo mikill en flokks fólksins svo lítill að þau áttu ekki einu sinni rétt á einu einasta nefndasæti í borgarkerfinu og við gáfum þeim eftir 2 nefndir í þágu góðra samvinnu og til þess að svona lyfta þeim upp og gefa þeim meiri tækifæri til að láta ljós sitt skína. Með þessum hætti hefur okkar samstarf verið og þess vegna koma þessar yfirlýsingar okkur auðvitað í svolítið opna skjöldi. Eru þau þá að launa eitthvað að greiða með ófyrirleitni? Nei, það eru bara alls konar tilfinningar uppi og atburðarásin var hröð og það greip sig þessi geðshræring sem ég tala og hún var víða. Og ég er raunar þeirra skoðunar að jafnvel flestir oddvitar hafi stigið inn í þessa atburðarás aðeins of bratt og það er nú þannig hjá stjórnmálamönnum. Getur nefnt dæmi það? Já, það eru bara oddvitar til að mynda sumra minnihlutaflokkana og svona sem að voru auðvitað í sárum og þeim að brugðið og ég skil það er örugglega mjög erfitt að sitja við fundaborð og ætla að laga laskað samstarf en að því slítið einhliða. Það er örugglega sárt og erfitt. En þá kannski skynsamlegt að stíga nokkur skrif aftur og bak og svona kjarna sig aðeins áður en að maður fer á stað í yfirlýsingarnar. Þannig að ég held að óhjákvæmilega, því þegar maður teiknar þetta upp, að þá er staðan náttúrulega þannig að það er flókið að mynda meirihluta. Núna eru mikil sár á milli Framsóknarflokksins og flokkana sem voru með þeim í meirihluta og erfitt að koma þeim saman í samstarf. Trúnaðarbrest. Einhverjir upplifa trúnaðarbrest. Einhverjir eru búin að læsa sig saman, aðrir eru að útiloka einhverja flokka og þetta flækir bara verulega stöðuna. Þannig að það eru 2 möguleikar. Einn er að vinstri blokkin myndi þennan 5 flokka meirihluta. Hinn möguleikin er bara að einhverjir fara að brjóta á oflæti sínu og fara að tala saman. Þannig að þetta eru bara áhugaverðir dagar og ég held að það sé mikilvægt að halda ró sinni. Eins og ég segi, þó að einhverjir telji það leikjafræðilega rétt að við sjálfstæðismenn höllum okkur aftur og vonum að vinstri meirihlutin verði til vegna þess að það verði sóknarfæri fyrir okkur í kosningum, þá þykir mér bara allt of vænt Reykjavík og fólki sem býr í þessari borg til að láta það gerast átölulaust. Finnst þér eðlilegt að þú verði borgarstjóri ef að sjálfstæðisflokkurinn kemur að meirihluta
það sem eftirlýður kjörtímabilinu? Ég er ekki í stjórnmálum til að leita eftir völdum eða vegtillum. Ég er auðvitað að leita að áhrifum og ég vil vinna að verkefnum og ég er búin að telja upp svona þessar breiðu línur og þessi stóru mál sem ég er búin að starfa með öðrum flokkum að. Það verður mitt helsta áherslumál að ná árangri. Hvar í forgangslistanum er borgarstjórastólinn? Hann er ekki í forgangslistanum. Verkefnin er í forgangslistanum. Ég fer ekki inn í neitt þann meirihluta sem ætlar ekki að ná árangri með þessi mál sem ég hef talið upp. Og það er alveg búið að reyna að freista mín, skal ég segja þér, Stefán Einar, með þessum borgarstjórastól í óæskilegum samstörfum sem ég fer ekki inn í. Hvernig samstörfum? Ég ætla bara að leyfa þér að geta þér til það. Dagur B. Eggertsson, hann er að hverfa af vettvangi, eða er horfinn af vettvangi eftir langa veru í borgarstjórninni og þessi atburðarás kemur upp ótrúlega skömmu eftir að hann hverfur af vettvangi. Er persóna hans að valda einhvers konar tómarúmi eða lausung þarna inni þegar hann heldur ekki lengur valda taumana? Við Dagur erum ósammála margt, en það má telja honum til tekna að hann hefur verið virkilega flinkur að halda saman flóknum hóp. Og það vita allir sem hafa starfað með honum og það er ekki síst kannski þess vegna sem ég átti von á hann yrði gerður að þingflokksformanni. Þeir hæfileikar hans hefðu væntanlega nýst mjög vel í því starfi. Þannig að það má alveg gera ráð fyrir að brotthvarf hans hafi haft mikil áhrif. Hann er flinkur að lempa ágreiningsefni og leita lausna. Hann er það. Er nauðsynlegt að kalla hann aftur að borðinu til þess að vinstri meirihluti verður fyrir valinu? Stefán, ég vona ekki. Ég vona að þau grípa ekki til þess. Þú vilt ekki fá Dagur B. Eggertsson aftur inn í Ég kann vel við Dag og ég hef góðu sambandi við oddvita allra flokka í borgarstjórn og við séum ósammála margar hluti. En hann var búinn að vera lengi og tími hans var algjörlega kominn og liðinn og ég held að sé komið tími á nýtt fólk. En talandi fólk og sambönd, þá skiptir auðvitað rosalega miklu máli og kannski meira máli en margir gera sér grein fyrir. Að eiga í góðu sambandi við oddvita og fólk í öðrum flokkum. Við sjáum til að mynda þegar að ríkisstjórn er mynduð eða meirihluti er myndaður í borgarmálum að þá er það sem skiptir öllu máli er að það sé gott samband milli oddvitana og það er ekki gagnkvæmt traust. Og það er á þeim grunni sem fólk sest við samningaborð. Og það hefur kannski að einhverju leyti verið ógæfa okkar sjálfstæðismanna að við höfum skipt mjög oft oddvita. Og það hefur ekkert endilega verið vegna þess að oddvitatir hafi verið kosnir burtur, hafa bara ekkert gefið kost á sér aftur. Og þá erum við oft í þeirri stöðu að eftir kosningar erum við með nýjan oddvita sem á ekki í þessu sambandi, þessu trúnaða sambandi við oddvita annarra flokka. Og það er flóknara að komast að samningaborðinu. Nú talandi oddvita og flokkana sjálfa, það er mikið skrafað það opinberlega að það sé ósamstæður hópur sem stendur að baki þér og það séu innherja átök ýmiss konar og ekki trúnaðar á milli manna. Er það eitthvað sem stendur í vegi fyrir því að aðrir flokkar vilji vinna með ykkur? Ég vísa þessu þetta bara algjörlega á bug. Ég er með stóran hóp að baki mér sem sýnir mér fullt traust í þeim viðræðum sem nú eru í gangi. Við höfum staðið meira og minna saman allt þetta kjörtímabil. Það hefur verið ein uppákoma sem hefur átt sér stað og hún átti sér stað í minni fjarveru sem var auðvitað vont. En að öðru leyti höfum við staðið saman og þetta er bara öflugur hópur með mikla reynslu bæði úr stjórnmálum og atvinnulífi og hann er klár í verkefnið sem er framöndan í borginni. Einar Þorsteinsson, hann myndar meirihlutann sem að þú vildir ekki verið myndaður. Nú er hann búinn að sprengja þetta, þú ert búinn að opna á viðræðu við hann á að hann sér viðreisna von í þessu ástandi. Ert þú til í að styðja hann sem borgarstjóra áfram ef að ykkur tekst að nýta þessa hnúta? Það er enginn farin að tala hver á að vera borgarstjóri í einhverju mynstri. Ég vil bara tala verkefnin og leiða saman fólk og flokka sem eru reiðubúin í stóru og mikilvægu verkefnin. Hvort hann eigi sér viðreisnar von, ég held það alveg. Hann átti sér allavega ekki viðreisnar von í þeim meirihluta sem hann starfaði í. Hann lofaði kjósendum sínum breytingum og hann læstist inn í meirihluta þar sem engu var hægt að breyta. Og ég er í rauninni alveg hissa að þetta hafi ekki sprungið bara mun fyrr. Vegna þess að það var alveg ljóst mjög snemma að þessir flokkar ættu ekki samleið og að í þessu mynstri eru þau engar breytingar. Ertu til að upplýsa hvert verður þitt fyrsta verk þegar þú kemur hérna út fyrir utan það að bölva spillinum? Ég mun bara halda áfram samtali við annað fólk og við erum mikið í símanum og við erum að hittast á fundum. Það eru engin formleg samtöl eða formlegar viðræður hafnar. Eru fundir boðaðir í dag? Já, það eru einhverju fundir boðaðir í dag. En við sjálfstæðismenn við leikum aldrei útilokunarleikinn og mér finnst í lagi að eiga samtal við alla. Ég geti auðvitað mjög illa séð fyrir mér að sjálfstæðisflokkur og sósíalistaflokkur vinni saman eða eitthvað slíkt.
en ég var sannarlega með góðu sambandi. Þannig að mér finnst bara eðlilegt að allir séu aðeins að tala saman og átta sig á stöðunni vegna þess að þó að við séum í skylmingum í borgarstjórnarsalnum og í kappræðum í fjölmiðlum, þá erum við fínir félagar við kaffivélina og í hádegislífinu. Þannig að það er eðlilegt að fólk sé bara að tala saman. Þetta segið þið öll alltaf. Sönn saga. Hildur Björnsdóttir, þakka kærlega fyrir að gefa þér tíma til að koma hérna og gefa okkur innsýn inn í það hvernig þetta blasir við þér. Við munum halda áfram að ræða við hina oddvitana, bæði á mbl.is og í blaðinu í fyrramálið, en við óskum ykkur góðs gengis við að greiða úr þessum stóra vanda sem þið eru komin í. Takk fyrir. Það var ekki meira á vettvangi spursmála þennan mánudaginn. Ég vona að ég þurfi ekki að hitta ykkur hér á þessu vettvangi fyrir en í fyrsta lagi á föstudaginn. Þetta er það okkar svona hefðbundni tími. Þar verða borgarmálin í brennidepli og kannski stefnur eða forsætisráðherra sem verður flutt í kvöld. Góða stundir.